Kæru þinggestir, umhverfisþing liður í að tala saman, miðla þekkingu, gagnrýna, veita hvert öðru innblástur, hvetja áfram, heimta framfarir og árangur og næra okkur og nesta inn í framtíðina. Leyfum þessu umhverfisþingi að vera svoleiðis þingi. Þegar ég tók við sem umhverfis- og auðlindaráðherra, þá var þrennt sem ég vildi styrkja sérstaklega sem ákveðnar grundvallar undirstöður fyrir málaflokkin. Í fyrsta lagi að styrkja undirstöður vísinda- og rannsóknarnálgunar við ákvarðanatöku. Í öðru lagi að auka fjármagn til málaflokksins. Og í þriðja lagi að beita mér fyrir aukinni opinberri umfjöllun umhverfis- og náttúruverndarmál. Með þessu móti myndum við sem samfélag betur geta tekist á við þær risavöxnu áskoranir sem við stöndum frammi fyrir. Ef ég fer yfir þessi atriði í öfugri röð, þá hefur umfjöllun umhverfismál aukist gríðarlega á undanförnum árum. Þó hún hafi vissulega dregist saman eftir að COVID skall á. Loftslagsmálin eru sennilega fyrirferðarmest núna, enda síaukinn alþjóðlegu þungi settur á þau og það með réttu. Fjármagn til umhverfis- og auðlindaráðuneytisins hefur aukist það bil 50% frá því að ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur tók við stjórnartauminu. Þannig hafa til dæmis framlög til loftslagsmála bara í ráðuneyti mínu aukist 800% á þessu kjörtímabili. Og þá eru ekki taldar aðgerðir í samgöngumálum eða aðgerðir með skattaívilnunum í gegnum fjármál- og efnahagsráðuneyti. Landvörðum og heilsárstöðum í náttúruvernd hefur fjölgað og nú tæpum milljarði varið árlega í uppbyggingu innviða til verndar náttúru og menningarminjum. Fjármagn nú sérstaklega beint í innleiðingu hringrásarhagkerfis til framkvæmda í frárennslismálum og aukning hefur orðið vegna náttúruvár, ekki síst ofanflóða varna. Nú ekki bara settar fram vel unnar og ígrundaðar áætlanir, heldur fylgir þeim fjármagn sem algjört lykilatriði. Aðgerðaráætlun í loftslagsmálum fjármagnuð, úrgangsstefna fjármagnuð, aðgerðaráætlun vegna plastmengunar og aðgerðaráætlun gegn matarsóun sömuleiðis. Hálendisþjóðgarður fjármagnaður og ný friðlýst svæði fá strax fjármagn og landvörslu þar sem að það á við. Og þetta skiptir sköpum fyrir umhverfis- og náttúruvernd á Íslandi. Og þá að fyrsta atriðinu vísindalega nálgun. Við höfum byggt ákvarðanir á vísindalegu mati hér eftir sem hingað til. Á því byggja þær áætlanir sem ég nefndi hér að ofan. En ég hef líka lagt ríka áherslu á að efla rannsóknir, nýsköpun og vöktun sem mun skila sér við ákvarðanatöku í framtíðinni. Ný markáætlun vísinda- og tækniráðs ber þessa glöggt vitni, en þar fara 150 milljónir nú árlega í 3 ár í umhverfis- og sjálfbærni rannsóknir. Nýr loftslagssjóður styrkir nýsköpun og fræðslu að minnsta kosti 100 milljónir árlega. Við höfum aukið fjármagn til rannsókna á súrnun sjávar, vöktun jökla, sjávaryfirborðshækkun, skriðuföllum og kortlegningu jarðminja. Og ekki má gleyma verkefni vöktun náttúru og ferðamannastöðum sem við munum hleypa formlega af stokkunum með Náttúrufræðistofnun og náttúrustofunum núna í vor. Á næstunni munum við svo tilkynna aukið fjármagn til rannsókna og vöktunar sem tengjast aðlögun á loftslagsbreytingum annars vegar og kolefnisbindingu hins vegar. Kæru þinggestir, á þessu 12. umhverfisþingi beinum við sjónum að loftslagsmálum, hringrásarhagkerfi og náttúruvernd. Aðgerðir í loftslagsmálum stærsta velferðar- og efnahagsmál þessarar aldar. Grundvöllur fyrir því að geta rétt af misskiptingu og félagslegt óréttlæti í heiminum, grundvöllur fyrir því að stöðva útrýmingaröldu tegunda og ósjálfbæra nýtingu auðlinda okkar. Á þessu kjörtímabili höfum við farið úr pólitískri kyrrstöðu yfir í raunverulegan árangur í loftslagsmálum. 2% samdráttur varð í losun gróðurhúsalofttegunda milli áranna 2018 og 2019, en þetta mesti samdráttur sem við höfum séð síðan árið 2012. Og þarna skiptir miklu máli að sjá samdrátt í losun frá vegasamgöngum og úrgangi. Og höfum í huga að þetta áður en að kórónuveiran skall á. Ég geri mér samt algerlega grein fyrir því að á næstu árum þarf samdráttur að aukast enn meira, miklu meira, en kyrrstaðan hefur verið rofin. Og það fleira að gerast í loftslagsmálum. Við vinnum nú að fyrstu stefnu Íslands aðlögun á loftslagsbreytingum, lögfestingu markmiðs kolefnishlutleysi og að sviðsmyndum hvernig við getum náð þessu kolefnishlutleysi árið 2040.
og þá hefur Ísland hert markmið sitt samdrátt nýlega og styrkt stjórnsýslu loftslagsmála til muna á síðustu árum. Þá það vatnspásan. Hringrásarhagkerfið hefur fengið verðskuldaða athygli stjórnvalda og fyrirtækja á síðustu árum. Í ráðuneytinu hefur það birst í metnaðarfullri stefnu úrgangsmál, aðgerða áætlun plastmengun og annarri áætlun matarsóun, allt með tilheyrandi tillögum að lagabreytingum sem nú liggja ýmist fyrir Alþingi eða hafa þegar orðið að lögum. Hringrásarhagkerfið með fjölgun grænna starfa og grænum hagvexti framtíðin. Í náttúruverndinni höfum við aukið fjármagn til landgræðslu þannig að aðgerðir okkar munu meira en tvöfaldast og umfang aðgerða í endurheimt votlendis meira en tífaldast. Ég stefni á að ljúka og samþykkja nýjar landsáætlanir í landgræðslu og skógrækt áður en kjörtímabilinu lýkur, þeim fyrstu á grundvelli nýrra laga málaflokkinn. Sumarið 2018 setti ráðuneytið og Umhverfisstofnun í gang átak í friðlýsingum. Nú hafa 16 svæði verið friðlýst og þar af margar af okkur helstu perlum, til dæmis Geysir, Látrabjarg, Goðafoss, Kerlingafjöll og fleiri. Og ég að vonast til þess að klára 15 friðlýsingar til viðbótar áður en að kjörtímabilinu lýkur. Og þá vonast ég til að okkur takist að stofna 2 þjóðgarða áður en að kjörtímabilinu lýkur, annan á sunnanverðum Vestfjörðum og hins vegar hálendis þjóðgarð. Já, kæru vinir, friðlýsingahjólin snúast nú sem aldrei fyrr. Kæru þinggestir, 3 ár bæði langur tími og stuttur. Þegar ég lít tilbaka, þá finnst mér margt hafa áunnist, en það líka margt eftir. Hlutdeild umhverfismálanna í daglegri umræðu og mikilvægi þeirra í hugum fólks hefur tekið risastórt stökk frá því sem var og það mörgu fólki að þakka. Fjármagn hefur aldrei verið meira í málaflokknum. Við sjáum nú árangur af stefnubreytingu á kjörtímabilinu, birtast í samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda, í auknum orkuskiptum og endurheimt vistkerfa, í nýjum friðlýsingum, í aðgerðum gegn plastmengun og í aukinni nýsköpun og rannsóknum. Þetta afrakstur vinnu fjölda fólks hjá ríki og sveitarfélögum, fyrirtækjum, félagasamtökum og einstaklingum. Og fyrir það ég óendanlega þakklátur fyrir. Sérstaklega vil ég þó fá að þakka samstarfsfólki mínu í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu. Þessi breytta staða umhverfismálanna gefur mér von og á þessum undirstöðum þurfum við að byggja áframhaldandi sókn Íslands í umhverfismálum. Þetta leiðir hugan að spurningunni hvað sé næst. Í loftslagsmálum þurfum við að setja okkur enn metnaðarfyllri markmið fyrir árið 2030, þar sem auknar aðgerðir til samdráttar í losun frá sjávarútvegi, landbúnaði og byggingariðnaði algjört lykilatriði. Við þurfum að skoða sérstaklega að beita skattkerfinu enn frekar í þágu umhverfis- og loftslagsmála, til dæmis hvað varðar flug, og ýta enn frekar undir grænar fjárfestingar. Við þurfum að aðlaga styrkjakerfi landbúnaðarins að loftslagsvænni búskaparháttum og setja í lög að ekki verði leyfð olíuleit eða olíuvinnsla í íslenskri efnahagslögsögu. Við eigum að halda áfram að efla hringrásarhagkerfið, gera kröfur umhverfisvænni hönnun og framleiðslu, svo við getum nýtt hluti lengur, við getum lagað þá og gert við þá og endurunnið. Og úrgang þarf svo að meðhöndla sem verðmætt hráefni í nýjar vörur. Plastskrímslið verðum við að sigra með nýjum alþjóðlegum samningi og markvissum aðgerðum heima fyrir. Við þurfum líka að huga mun betur að efnamálum, þeim efnum sem við notum en mörg þeirra ógna heilsu manna og dýra. Við þurfum að efla náttúruverndina enn frekar og búa til eina stofnun sem fer með náttúruverndarmál, þar með talið landgræðslu og skógrækt og menningarminjar. Við þurfum að stefna að áætlun til að tryggja net verndarsvæða í hafi. Við þurfum sérstaka áætlun vernd víðerna og votlendis og við þurfum að fjölga þjóðgörðum á Íslandi. Verða þjóðgarðalandið Ísland. Og að lokum þá þurfum við að taka miklu alvarlegar hættuna af ágengum framandi tegundum sem geta með tíð og tíma gerbreytt vistkerfum og ásýnd landsins okkar.
Ég hef hér nefnt nokkur dæmi verkefnin framundan sem draga má kannski saman í eina setningu. Við þurfum að setja náttúruna og loftslagið í fyrsta sæti. Ekki bara náttúruna sjálfrar vegna, því það mun líka skila sér í aukinni hagsæld og betri lýðheilsu. Kæru þinggestir, við þurfum að taka mun stærri skref á næstu 10 árum en við höfum tekið á síðustu 10 árum. Og næstu 10 ár munu ráða úrslitum afdrif jarðarinnar okkar. Kæru vinir, við höfum verk að vinna. Nýtum meðbyrinn og nýtum kraftinn sem að býr í okkur öllum. Hér með set ég 12. umhverfisþing og segi það sett.